Íslensk börn voru getin með sæði úr dönskum sæðisgjafa sem ber lífshættulega stökkbreytingu. Evrópski sæðisbankinn sendi sæði frá gjafanum alla Evrópu í tæp 20 ár. Hundruð barna hafa verið getin með sæði mannsins og eiga á hættu að fá krabbamein. Ísland tekur ekki þátt í Eurovision í ár. Þetta ákvað framkvæmdastjórn RÚV en stjórn greiddi ekki atkvæði eins og til stóð. Arion banki var í Hæstarétti í dag sýknaður á kröfu lántakenda sem töldu vaxtaskilmála bankans ekki í samræmi við lög. Formaður Neytendasamtakanna segir niðurstöðuna vonbrigði. Börn og unglingar í Ástralíu geta frá og með deginum í dag ekki farið á samfélagsmiðla því ný lög hafa tekið gildi. Þau eru umdeild en sumir hafa fundið leið framhjá þeim. Komið sæl, við biðjumst velvirðingar á því að við erum örlítið seinna á ferðinni í kvöld. Íslensk börn voru getin með sæði úr dönskum gjafa sem síðan greindist með hættulega genastökkbreytingu. Yfirgnæfandi líkur eru á að börn sem getin voru með hans sæði og greinast einnig með sömu stökkbreytingu fái krabbamein einhvern tímann á lífsleiðinni. Maðurinn gaf sæði til Evrópska sæðisbankans árið 2005. Þegar hann loksins greindist árið 2023 hefðu 197 börn verið getin með sæði úr honum alla Evrópu. Einhver þeirra eru látin. Veikinda varð fyrst vart hjá börnum árið 2020 og nýleg rannsókn blaðamanna frá 14 ríkissjónvarpsstöðvum í Evrópu, þar á meðal RÚV, leiddi umfang málsins í ljós. Þú ert í hópi þessara blaðamanna. Hverju komist þið að? Það kom allavega fljótlega í ljós að þetta mál var mun umfangsmeira en talið var í fyrstu og það skortir verulega yfirsýn á kynfrumugjafir í Evrópu almennt. Við vorum þarna 14 lönd að vinna saman og það eru mismunandi löggjafir og regluverk í hverju landi fyrir sig. En það sem kom einnig í ljós var að það var mjög erfitt að komast að því hversu mörg börn sæðisgjafinn sem er kallaður KELD eða 7069 hafði verið getin með sæði hans og það sem við gerðum í rauninni var bara að safna upplýsingum frá hverjum og einu landi og þegar við byrjuðum að skoða þetta þá heldum við að börnin væru 70 en núna í desember þá fengum við uppfærðar upplýsingar og komist að því að börnin eru að minnstakosti 197 og það er talað sem að við höfum aflað okkur. Eina stofnunin sem er með þetta er Evrópski sæðisbankinn og hún vill ekki gefa þessar upplýsingar upp. En þessi stökkbreyting sem sæðisgjafinn ber, hvernig virkar þetta? Sæðisgjafinn er það sem er kallaður tígulberi sem að þýðir að hann er aðeins með stökkbreytinguna í hluta frumna og þannig að þess vegna var svona erfitt að finna þessa stökkbreytingu og þurfti að skima sæðið mörgu sinnum til þess að komast að því að hann í rauninni væri með hana. En við ræddum við Hans Tómas Björnsson, erfðalækni á Landspítala, hvaða þýðir að vera með þessu stökkbreytingu. Þegar fólk er með stökkbreytingu í þessu TP53, líka kallaða stundu P53, þá er mikil áhætta á að fá mörg mismunandi krabbamein og ef við hugsum brakka sem margir þekkja, þá er ákveðin áhætta, yfir lífsleiðina kannski 60–80% eða eitthvað, en fyrir þetta ákveðna gen þá er áhætta nánast 100%. Já, þetta er mjög alvarlegt hafi börnin erft þessa stökkbreytingu og Hans Tómas sem og allir læknar sem við höfum rætt við alla Evrópu hafa undirstrikað mikilvægi þess að öll börn sem getin hafa verið með sæði KELDs finnist og því að skiptir mjög miklu máli fyrir einstaklingar sem eru með þessa stökkbreytingu að vera undir eftirliti. Vitum við hvað það eru mörg börn hér á Íslandi frá þessum sæðisgjafa? Þegar ég kem inn í þessa rannsókn í haust þá vorum við með lista yfir þau lönd sem að sæði hans hafði verið sent til og þar á meðal var Ísland og ég komst svo að því að sæði hans hafi verið notað til að geta börn á Artmedica en Artmedica lokaði árið 2015, í lok árs 2015 en Livio tók við öllum gögnum sem komu frá Artmedica og við ræddum við Snorra Einarsson, framkvæmdastjóra Livio sem heldur utan þessi gögn núna og ég vil bara taka það fram að fjölskyldur þessara barna hérna á Íslandi, þau hafa öll verið upplýst þessa umfjöllun. Vitum við hvað sæðisgjafi 7069 á mörg börn á Íslandi? Við vitum að hann á
börn í 2 fjölskyldum á Íslandi. Við fáum að vita af því haustið 2023. Fáum fyrst að vita að það sé verið að gera rannsókn á genagalla eða út frá veikindum barns sem tilvarð eftir gjöf frá honum. Nokkrum vikum síðar fáum við staðfestingu á því að genagalli sé til staðar og að þessi tiltekningjafi að það ber ekki að nota hann lengur. Og þá tilkynnum við strax leið og þetta berst okkur í hendur, tilkynnum við þessum 2 fjölskyldum það og vísum þeim í ráðgjöf til erfðalækna á Landspítalanum. Ísland tekur ekki þátt í Eurovision 2026. Þetta var tilkynnt í dag eftir fund stjórnar RÚV. Ekki var einhugur innan stjórnarinnar og fulltrúi minnihluta segir að þarna hafi verið tekin ákvörðun í alþjóðapólitík. Til stóð að stjórnin sem pólitískt skipu greiddi atkvæði þátttöku Íslands í keppninni á fundi sínum í dag en hætt var við það að ósk framkvæmdastjórnar RÚV. Í tilkynningu útvarpsstjóra segir að þátttaka ísraelska ríkissjónvarpsins hafi valdið óeiningu, íslenski listamenn og almenningur séu andvígir þátttöku í keppninni og ljóst sé að hana myndi hvorki ríkja gleðinni friður. Ég upplýsti stjórnin það að við höfum tekið ákvörðun það í gær í framkvæmdastjórn að taka ekki þátt í Eurovision á næsta ári. Einfaldlega út af því að það er engin friður eða gleði í tengslum við þessa keppni eins og staðan er núna og á þeirri forsendu fyrst og fremst að þá drögu okkur í hlé. Þannig að þetta er þá bara frágengið og Íslendingar vita það að við verðum ekki með Eurovision af ástæðum sem allir þekkja og fyrir mína hönd segi ég til hamingju Ísland. Og ekki var einhugur þessa afgreiðslu innan stjórnar RÚV. Fulltrúar minnihlutans þau Inga Smári Birgisson og Unnu Brá Konráðsdóttir sem eru bæði úr Sjálfstæðisflokki og Sveinn Óskar Sigurðsson Miðflokki létu bóka þau styttu ekki þessa niðurstöðu. Það var ekki í verkahring RÚV að taka pólitískar ákvarðanir og keppnin var ekki vettvangur fyrir pólitísk skilaboð. En það var alveg nægur meirihluti fyrir því innan stjórnarinnar að afturkalla þátttöku í Eurovision. Þetta er stefnumörkun á svona áhugaverðum tímapunkti. Hver er hún? Hún er svo að framkvæmdastjórn getur verið að taka ákvörðun í alþjóðapólitík. Ég er þakklát og ég held þetta sé það allra réttasta í stöðunni akkurat núna. Óvíst er hvort að söngvakeppni sjónvarpsins verður og útvarpsstjóri segir áhrifin á tekjur RÚV vera óveruleg. Ég held að þetta hef ekki fjárhagsleg áhrif að sleppa því að taka þátt í Eurovision. Haldið þetta verið til þess að skapa sátt Eurovision á Íslandi? Það er erfitt að segja því að það eru eins og fólk bara mæta vel veit skiptaskoðanir þetta og hvort við höfum að taka þátt í Eurovision eða ekki. Það verða áfram skiptaskoðanir það en ég vona að þær aðstæður skapist á næstu árum að við getum aftur tekið þátt í Eurovision og fengið gleðina aftur. Í dag er síðasti dagur til þess að tilkynna sambandi Evrópskra sjónvarpsstöðva EBU þátttöku í Eurovision samkvæmt reglum. 4 þjóðir höfðu þegar tilkynnt að þeir taki ekki þátt vegna þátttöku Ísrael. Það eru Spánn, Holland, Írland, Slóvenía og nú hefur Ísland bæst við. Ekkert bendir til annars en að hin Norðurlöndin taki þátt í keppninni. Fjöldi fólks safnaði saman við útvarpshúsið fyrir stjórnarfundinn til að þrýsta á að Ísland dragi sig úr keppni. Í öllum partíum þar sem síður upp og eitthvað fyrir úrskeiðis, það er bara vegna þess að einhver er að haga sér illa í partíinu. Það er megn óánægja núna með þetta partí, það er megn óánægja meðal aðdáenda, víðum heim, ég er að taka til því sjálfur og ég spyr bara hvar er dyravörðurinn í partíinu? Það þarf að setja þessum... Hvar er dyravörðurinn í partíinu? Það þarf að setja þessum tudda einhver mörk. Við vorum alltaf með söngvakeppni áður en við fórum að taka þátt. Akkur getum við ekki gert það aftur og hlúða okkur góða listafólki og haft gaman en ekki vera með svona óbræði munni. Sjálfur er ég búinn að fylgjast með látunum á Gaza, stríðinu þar, árum saman og maður náttúrulega stendur bara gapandi yfir því. Það er náttúrulega gerði útslagið með þetta eins og
allir vita. Ætti Ísland að sniðganga fleiri atburði eða viðburði á alþjóðavísu þar sem Ísraelar eru líka meðal þátttakenda? Mér finnst það, en það verður náttúrulega að taka afstöðu til þess bara í hvert skipti. Mér finnst þetta ekki í lagi að taka þátt. Heldur að svona fundu breyta einhverju? Já, þetta náttúrulega, við viljum vera meðal þjóða sem að mótmælum svo og mér finnst að ef við erum meðal þeirra þjóða þá breytir það töluvert miklu því að það vekur athygli á Íslandi líka. Já, þetta sögðu gestir samstöðu fundarins hér við Útvarpshúsið í dag, en einn þeirra sem þar var og einn skipuleggjandinn Páll Óskar Hjálmtýsson, tónlistarmaður. Já, Palli, hver er þín viðbrögð þessari ákvörðun? Ég er mjög sáttur og segi bara til hamingju Ísland og til hamingju með alþjóðlega mannréttindadaginn. Takk Stefán Eiríksson fyrir að lesa vilja þjóðarinnar hárrétt. Og ég veit að þetta var erfið ákvörðun en stundum þarf maður að gera erfiða hluti og spýta í lófana til þess að standa með þeim sem minna mega sín. Þú ert nú í talsverðu ágætis sambandi í Eurovision heiminum með, svo maður segja, hver hafa viðbrögðin verið? Ég er að taka til því að nú rignir inn hamingju óskum og þakkarkveðjum til Íslendinga víðsvegar úr Evrópu. Við erum núna, þessi litla örþjóð, við erum núna að veita öðrum þjóðum innblástur. Við erum inspiration fyrir aðra sem myndi vilja gera slítið sama. Þannig að til hamingju Ísland. En hver heldur að framtíð þessarar keppni verði? Það má vel vera að Eurovision sem slík þurfa að gangi gegnum alveg meiri háttar sjálfskoðun en ég veit hvað við hérna heima sem heimasýtjum getum gert á meðan. Fögnum 40 ára afmæli söngvakeppni sjónvarpsins með brjáluðu sjói, fáum þverskurðinn af öllum þeim popstjörnum sem til eru á Íslandi til að taka þátt í gleðikeppni. Ég skal sko hringja í Rottweiler-hundana og MC Gauta og Bríeti og Björk og bara alla. Ég skal vera með líka, ég skal kynna keppnina og síðan söfnum við í leiðinni fyrir börnunum sem enn lifa á Gaza. Þetta verður brjálaðasta sjó sem RÚV hefur nokkuð tíðan séð. Kapíts? Herru, þetta var allavega ein hugmynd að vera nóg að gera hjá Páli Óskari að hringja allt þetta fólk ef þetta verður að veruleika en við ljúkum þessu umfjöllum Eurovision í bili. Takk fyrir það Anna Lilja Þórisdóttir og Páll Óskars. En þá að öðru. Karlmaður 30 hefur aftur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald vegna rannsóknar lögreglu á mannsláti í Kópavogi þar síðustu helgi. Maður var úrskurðaður í vikulangt gæsluvarðhald síðasta miðvikudag en var sleppt úr á haldi þegar það rann út í gær. Lögreglan sagði þá að ekki verið talin ástæða til að krefjast áframhaldandi varðhalds yfir honum. Í tilkynningu frá lögreglu í dag segir að framvinda í rannsókn málsins hafi leitt til þess að maðurinn hafi verið handtekinn öðru sinni. Samkvæmt heimildum fréttastofu var maðurinn sem lést með alvarlega stunguáverka þegar hann fannst látinn í heimahúsi á Kársnesi. Mennirnir tveir þekktust og lögreglan segir ekki unnt að veita frekari upplýsingar að svo stöddu. Hæstiréttur hafnaði í dag kröfum lántakenda í máli neytendasamtakanna gegn Arion banka og staðfesti þar með niðurstöðu Landsréttar. Formaður neytendasamtakanna segir niðurstöðuna vonbrigði. Deilt var vaxtaskilmála verðtryggðra fasteignalána sem lántakendur töldu ógagnsæja og ekki í samræmi við lög. Neytendasamtökin hafa reynt á vaxtaskilmála lána með því að höfða 5 mismunandi prófmál gegn stóru bönkunum 3. Dómur féll í máli gegn Íslandsbanka í október þar sem Hæstiréttur dæmdi lántakendum í vil en þar var tekist á vaxtaskilmála óverðtryggðra fasteignalána. Arion bankamáli sneri að verðtryggðu fasteignaláni sem var tekið 2017. Bankinn hafði áður unnið máli í héraðsdómi og Landsrétti. Hæstiréttur staðfesti svo þá niðurstöðu í dag. Jú, þetta er þetta aðeins öðruvísi heldur en við lögðum upp með. Við fórum í þetta því við teldum að við hefum rétt fyrir okkur. En svo reyndist ekki, Hæstiréttið allavega ekki sammála því. Vonbrigði? Já, það má alveg segja það, þetta er smá vonbrigði. 2 önnur sambærileg mál sem snúa Landsbankanum voru tekin fyrir í Hæstarétti í byrjun þessa mánaðar og niðurstöðu beðið. En hefur þetta áhrif á önnur mál sem þið eru að reka gegn bönkunum? Nei, þetta er náttúrulega bara sjálfstætt mál og við bíðum bara spennt eftir niðurstöðum í málunum 2 gegn Landsbankanum.
Rafmagnstruflanir hafa verið á Austurlandi og Vestfjörðum síðastliðinn sólarhring vegna skemmda og ísingar á flutningslínum. Rafmagnsstaurar brotnuðu á Fjarðarheiði og á Flatsfjalli milli Borgarfjarðar og Dýrafjarðar í óveðri sem þar gekk yfir. Rafmagn fór af Seyðisfirði og nágrenni í nótt en var aftur komið á í morgun. Viðgerðir standa yfir og búist er við að þeim ljúki að mestu í nótt. Fækkun bankaútibúa lítur kannski vel út á Excel-skjölum en getur torveldað aðgengi innflytjenda að samfélaginu að því fram kemur í nýrri rannsókn. Már Wolfgang Miksa, dósent við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands og Anna María Wojtinska, lektor við mannfræðideild skólans, kynntu í dag niðurstöður rannsóknar sinnar á aðgengi innflytjenda að fjármálaþjónustu. Már segir að í ljósi þess að innflytjendur eru sístækkandi hópur samfélagsins hafi verið brýnt að kanna hversu gott aðgengi þeirra er og hvort með einhverjum hætti sé verið að útiloka þátttöku þeirra í samfélaginu vegna slæms aðgengis. Í stuttumáli þá niðurstaðan jákvæð. Að það eru litla takmarkanir, betur má þó ef duga skal og verið er að uppfæra síður fjármálastofnana og það er kannski helst upplýsingar sem að það þarf að koma upplýsingar betur til skila, sérstaklega varðandi húsnæðislán og ýmis form séreignarsparnaðar. Þannig megi greiða leið þeirra inn í Íslands samfélag, til dæmis með því að mynda séreign til að eiga fyrir útborgun í íbúð. Slæmt aðgengi feli í sér ákveðna útilokun frá samfélaginu. Eitt af því sem að til dæmis við tókum eftir var að útibú skipta miklu máli. Fækkun útibúa, þetta lítur vel út á Excel-skjali, en fyrir marga sem að stíga sér fyrstu skref hér á fjármálamarkaði, að þá hefur þetta hafa neikvæð áhrif. Ein hugmynd sem enda hefur verið sé að koma grunnupplýsingum á framfæri á Ísland.is. Séreignarsparnaður komið til að mynda ekki fram á skattframtali og margir innflytjendur sem greiða slíkt vita ekki almennilega af því og flókið getur verið að finna erfingja þeirra fallið þeir frá. Pólverjar eru fjölmennastir í hópi innflytjenda og því hort til þeirra sérstaklega. Já, við vorum horfa á Pólverjar en það verður bara einfalt af því að ég pólsk og það er miklu betra að tala á pólsku og svona hluti, það er svolítið kannski erfitt mál stundum. Önnur umræða kílómetragjald á ökutæki hélt áfram á Alþingi í dag. Frumvarpið var fyrst lagt fram af ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks, Framsóknarflokks og Vinstri grænna en var lagt fram að nýju af Daða Má Kristóferssyni fjármálaráðherra. Engu að síður gjalda allir stjórnarandstöðuflokkarnir varhug við frumvarpinu. Með því munu ökutæki sem ganga fyrir bensíni og olíu falla undir sama kerfi og rafmagns- og tengiltvinnbílar þar sem greitt er fyrir hvern ekinn kílómetra. Við ætlum að byggja hér áfram sterkt, samkeppnishæft og frjálst samfélag. Þar á kílómetragjald á öll ökutæki ekki heima. Hvort var þannig að hv. Þingmaður hafi alla tíð verið á móti þessari hugmynd kílómetragjald í þessu formi sem eru til en orðið undir í einhvers konar hugmyndafræðilegur umræðu innan ríkisstjórnar? Eða var það þannig að hún hafi upprunalega verið hrifin af hugmyndinni en það sé hafi eitthvað gerst í kjölfarið sem hafi fengið hana til þess að skipta um skoðun? Ég hef verið á móti þessari breytingu frá upphafi en ég var hlynnt því að setja hér á kílómetragjald og hreinorkubíla þannig að allir þeir sem var að nýta vegakerfi myndu taka þátt í að greiða fyrir það. Nýjast til verðlauna friðarverðlauna Nóbels komst ekki til Óslóar í tæka tíð í dag til að veita þeim viðtöku. Það er leiðtogi stjórnarandstöðunnar í Venesúela, María Corina Machado. Óttast var afdrif hennar tíma í dag en hún hefur staðfest að hún komi til Noregs á morgun. Machado hefur verið í felum í heimalandinu síðan eftir kosningar í fyrra. Dóttir hennar tók við verðlaununum fyrir hennar hönd við hátíðlega athöfn í Ósló í dag. Verðlaunin hlýtur Machado fyrir baráttu sína fyrir réttlátum og friðsamlegum umskiptum frá einræði til lýðræðis. Ástralía varð í dag fyrsta ríki í heimi sem bannar samfélagsmiðla fyrir yngri en 16 ára. Ungmenni ýmist hlíta banninu eða finna leiðir framhjá því. This will make an enormous difference. It is one of the biggest social and cultural changes that our nation has faced. Bannið felur í sér að börn yngri en 16 ára mega ekki vera með aðgang að Facebook, Instagram, TikTok, Kik, Snapchat, YouTube, X, Thread, Twitch og Reddit. Þegar unglingar fóru á fætur í morgun gátu þeir ekki lengur skrollað yfir samfélagsmiðla vegna bannsins sem skiptar skoðanir eru
Yeah, I went onto Instagram last night actually, and I found that my account had been banned. So I'm against this social media ban because as young Australians, we will be completely silenced and cut off from our country and the rest of the world with this ban. Well, probably be good for our mental health, like our screen time will go down. There's obviously a lot of scary people behind the internet, and I think kids under the age of 16 are very vulnerable to being coerced into speaking to people or doing things that maybe they don't really know is right or wrong. Svo eru krakkar sem hafa fundið leiðir fram hjá banninu. The first website to start trialing this was Snapchat, so I went with the face option. I squinted up my eyes and face, looked at the camera, covered up my teeth, and it worked. Just let me through. 12 ára söngvari stendur fyrir jólatónleikum í Lindakirkju í Kópavogi í kvöld. Hann fær til sín góða gesti og allur ágóði rennur til góðs málefnis. Eva Björk Benediktsdóttir, fréttamaður, mætt á staðinn. Já, tónleikarnir hefjast núna klukkan 8, söngur jóla með Alex Óla. Já, Alex, svona hvernig kom þetta til? Já, mér fannst bara mjög góð hugmynd að halda mína eigin tónleika. Og síðan fannst mér bara, ógeðslega fallegt að hafa bara til styrktar minningarsjóð Bryndísar Klöru. En þú ætlar ekki að vera hérna einn í kvöld? Nei, það eru 3 aðrir gestir. Það er Ragga Gísla, Eyvi og Diljá. Og hvað ætlar að bjóða upp á? Bara rólegheit og stemmingu líka. Hvernig tilfinningin svona þegar það fara að styttast í þetta? Bara smá stress en samt líka bara geggjuð tilfinning og spenna. Getum við fengið að sjá smá sýnishorn? Já. Jólin, jólin, alls staðar með jólagleði og gjafirnar. Börnin stóreig standa hjá og stara jólaljósin á. Jólaklukkan boðskap bjarta framtíð handa þér og brátt á himni hækkar sól við höldum heilög jól. Hljómfagurt það en mér skilst að veðurspáin sé ekki jafn hljómfögur. Nei, aldrei ekki. Hvað segir það er aðvaranir í kortunum og hvað ber að varast? Ja, mikið að gerast, það er mjög djúp og kröpplaði núna á leiðinni til okkar. Örum vexti og skoðum bara þróunina í kvöld og nótt og svona fram á morgundaginn og þá svona fyrir að hvessa í nótt verulega hérna sem fyrst sunnan til og það verður hvað vest hérna undir Eyjafjöllum og í Mýrdalnum þar sem alveg búast við meiri stormstyrk þar í meðalvindi. En svona sjáum að gulu viðvaranir birtast svæðin og þetta allt vindaviðvaranir og síðan svona seinni partið dettaðar út hérna sunnan til. En hvar og hvenær ber helst að varast að vera á ferðinni? Sko það er helst svona hérna sunnanlands og í fyrramálið og svona sérstaklega í Mýrdalnum og undir Eyjafjöllum. En síðan bara svona alls staðar vestan til landinu verður mjög kviðótt, sérstaklega við fjöll, undir Hafnarfjalli, Hvalfirði og Kjalarnesi. Hvenær gengur þetta svo niður? Sko þetta gengur ekkert almennilega niður fyrir svona seint á morgun en hérna það tekur við svona suðlægri vindátt, allhvöss vindátt og óstöðurloft og það gæti alveg fylgt þessu þrumuveður, svona líkur á því. En svo búið að róast á föstudaginn? Síðan ætti að róast, já, en það eru samt fleiri laðir í kortunum svona lengra. Bara fylgist vel með veðurspánni og þú fer betur yfir þetta eftir að loknum íþróttum. Takk fyrir þetta. En nú ætlum við að sjá hvað ber hæst í íþróttum kvöldsins. Fótboltakonan Fanndís Friðriksdóttir hefur lagt takkaskóna á hilluna. Hún á meðal leikjahæstu landsliðskvenna Íslands frá upphafi og vann 8 stóra titla á ferlinum. Egyptaland og Íran mætast á HM í fótbolta á næsta ári í leik sem átti að vera tileinkaður baráttu hinsegin fólks. Samkynhneigðir bönnuð í Íran og ekki vel liðin í Egyptalandi, svo knattspyrnusambönd þjóðanna mótmæla ákaft. HM kvenna í handbolta og körfubolti í íþróttum hér eftir örskamma stund.
Og það var rifið upp helstu atriði fréttatímans. Íslensk börn voru getin með sæði úr dönskum sæðisgjafa sem ber lífshættulega stökkbreytingu. Evrópski sæðisbankinn sendi sæði frá gjafanum alla Evrópu í tæp 20 ár. Hundruð barna hafa verið getin með sæði mannsins og eiga á hættu að fá krabbamein. Ísland tekur ekki þátt í Eurovision í ár. Þetta ákvað framkvæmdastjórn RÚV en stjórn greiddi ekki atkvæði eins og til stóð. Arion banki var í Hæstarétti í dag sýknaður af kröfur lántakenda sem töldu vaxtaskilmála bankans ekki í samræmi við lög. Formaður Neytendasamtakanna segir niðurstöðuna vonbrigði. Börn og unglingar í Ástralíu geta frá og með deginum í dag ekki farið á samfélagsmiðla því ný lög hafa tekið gildi. Þau eru umdeild en sumir hafa fundið leið framhjá þeim. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum, veðri og svo það Kastljós. Næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á RÚV.is og svo minnum við að sjálfsögðu á samfélagsmiðla fréttastofunnar. En við á fréttastofunni, við ætlum að segja þetta gott að sinni, verðið sæl. Á RÚV í kvöld. Kiljan fyrir löngu orðin ómissandi í bókmenntaumræðinu í landinu. Egill og bókhelskir félagar hans fjalla sem fyrrum forvitnilegar bækur af ýmsum toga og úr öllum áttum. Sagan, ítölsk leikinn þáttaröðum einstæða móður af gyðingaættum sem býr við fátækt og ofsóknir í Róm undir lok seinni heimsstyrjaldar. Lil Buck, svanur götunar. Heimildamynd dansarann Lil Buck sem varði uppvextin dansandi götur Memphisborgar. Þegar myndband af honum að dansa við svaninn eftir Camille Saint-Saëns við undirleik sellóleikarans Yo-Yo Ma fór í dreifingu, öðlaðist hann heimsfrægð. Eins og í lakrístoppana. Þetta eru marins lakrístoppa? Já, það þarf að vera einhver prótínríkur vökvi sem er hægt að þeyta. Það hægt að laga þetta líka sem vegan. Þá sleppir maður síldarjómanum og setur bara olíu smá í staðinn. Í forrétt ættum við svo að gera safran risotto með humri. Mér finnst gott að kveikja mikið á kertum og svona. Þannig að þetta er, já,